Heil og sæl kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Í þessum þætti fékk ég til minni spjall góðan vin, mikinn meistara og samkennara minn til 6 ára, hann Loga Ólafsson. En við höfum bladrað einhver ósköp saman á síðustu árum og hlegið mikið, enda hann mikill humoristi. Logi mörgum kunnur sem knattspyrnuþjálfari og lýsandi í knattspyrnu í sjónvarpi. Hann hefur verið einnig þjálfað mörg knattspyrnulið, bæði félagslið og karla- og kvennalandslið Íslands. En það sem ekki allir vita að Logi hefur kennt íþróttir í menntaskólanum í Hamrahlíð síðan árið 1988. Og hann mér mikil fyrirmynd. Hann einstaklega flinkur í samskiptum, hann ber ómælda virðingu fyrir nemendum og samstarfsfólki og hann leggur sig fram við að kenna nemendum að hreyfa sig heilsunar vegna. Þannig að ég ætla bara að vona að þið hafið jafn gaman að þessu spjalli og ég. En áður við skellum okkur í viðtalið þá langar mig að sjálfsögðu að þakka öllum mínum samstarfsaðilum eða mínum heilsuher. En það eru Netto, Virkja, Heilsuhillan og Spíran. Og ég minni á jóla-appdagatalið hjá Netto og á næstu dögum þá megið þið ekki missa af frábærum afslætti af fjölmörgum kjötvörum. Það til dæmis nautalund, hamborgarhryggur, kalkútn og fleira á frábærum verðum á næstu dögum að gera nýta sér það fyrir jólin. Og ef þú ert að hlusta löngu seinna þá mæli ég með bara að sækja appið af því þú færð alltaf afslátt. Svo það Virkja sem nýjasti samstarfsaðili hlaðvarpsins. En ef þig langar að læra markþjálfun þá síðast ég vissi voru aðeins 2 laus pláss eftir á grunnnámskeið sem hefst í janúar og ég hvet þig til þess að taka næsta skref í átt að þínum árangri. Síðan það heilsuhillan. En heilbrigð þarmaflóra lykillinn að góðri heilsu. Hippokrates sem var faðir læknisfræðirinnar, hann sagði fyrir mörgum árum að allir sjúkdómar hefjast í meltingavegi og hann hafði svo sannlega rétt fyrir sér. En það að sjálfsögðu best að borða heilnæman mat en stundum það bara ekki alveg nóg og við þurfum að taka inn góð gerla eða annað sem hjálpar til eins og til dæmis bæjóköld. Ef þú átt síðan mjög erfitt með að melta ákveðin mat þá gæti það hjálpa þér að prófa að taka inn meltingarensím frá Digest Gold. Og að lokum langar með að þakka Spírunni minni sem minn uppáhaldsveitingastæður, staðsettur í Garðheimum en þar heiðarlegu matur. Allt eldað frá grunni af mikilli ást. Það eru bara notuð gæðarhráefni, ekkert bull og þetta matur sem virkilega nærir bæði líkama og sál. Ég gæti ekki mælt meira með Spírunni. En þá skulum við vinda okkur í þátt dagsins. Njótið vel! Á móti mér situr legend eins og unglingarnir myndu segja. Samstarfsmaður minn til nokkura ára og mikill humoristi Logi Ólafsson. Vertu velkomin. Takk fyrir. Við höfum bladrað einhver ósköp saman held ég síðustu ár. Já, það tölvert. En það ágætt að kannski fleiri en ég fá að njóta visku þinnar og húmor. Já, ég ekki alveg viss það sko, en þetta heiðarleg tilraun. Þetta heiðarleg tilraun. Æðislegt, en bara takk kærlega fyrir að gefa þið tíma. Já, takk fyrir, þetta búið það? Svona að vinna með þessu manni alla daga. En hver Logi? Já, ég heiti nú bara Logi Ólafsson 970 og lík störfum hér við menntaskólanum við Hamrahlíð á þessar raun og búin að vera hér síðan 1988 og fyrir það var ég í Hlíðaskóla. Og og svo kendi ég Heyrnleysingjaskólanum í Dalbrautarskóla sem barnaspítali, geðdeild barnaspítalans Rakan og ég var með íþróttu fyrir vistmenn á Reykjalundi á sínum tíma. En ég samt heitir Logi Ólafsson og úr Garðabæ. Já. Eða Garðarhreppi, fæddur þar á upphælinn í sveitafélaginu, vel að merkja. Og svo hef ég bara, þetta hefur verið mitt ævistarf að vera íþróttakennari og svo hefur verið knattspyrnuþjálfari líka, samlega því. Og
það nú svona í stórum dráttum. Já. Ég þú ert ekki á samfélagsmiðlum, þannig ég gæti ekki leita þar að upplýsingum þig, en ég googlaði og þá kom upp alveg þvílíkt magna af alls konar skemmtilegu myndum, einmitt allt úr fótbolta og svona. En þú hefur náttúrulega átt alveg svakalega langa og viðburðaríka ævi og flottan feril. Hvað eitthvað sem stendur upp úr? Já, það náttúrulega ýmislegt, sko, þetta náttúrulega verið, ef maður einbyttir sér að því sem að hefur nú verið ævistarfið þar sem ég hef ekki verið rekinn og en mér var vísa sagt upp fyrir aldursakir fyrir 6 mánuðum síðan en já, það hefur þessi kennsla hér hefur verið mjög svona viðburðarík, það ekki hægt að segja annað. Ég byrjaði að kenna hér eins og ég sagði 1988 með Orgulísu Garðarsdóttur og Kristínu Ólafsdóttur og Hilmari Björnsinni sem áður var landsliðsþjálfari Íslands í handbolta og ég kem hingað sem sagt og samhliða því að vera hér, var í Hlíðaskóla í nokkur ár og svo hættir Hilmar og ég fer alfarið hingað og í MH og við vorum í Valsheimilinu á þeim tíma og það voru svona töluverðir erfiðleikar í töflugerð. Nemandinn þurfti að fá 80 mínútur til að ljúka 40 mínútum og það var ekki neitt sérstök mæting. Já, nemendur þurfti að labba sjálfur niður í Valsheimilinu. Já. Og þurfti að ljúka því á sem sagt 20 mínútur fram og tilbaka og verið í 40 mínútur, þannig að þetta var dálítið snúið og það var töluvert að gera hjá leigubílastöðum Reykjavíkurborgar þegar nemendur og MH þurfti að koma sér í leikfimi eða íþróttir og síðan var bara ágætt að vera þar, það ekki hægt að segja annars, svo góð aðstæða. En við vorum náttúrulega alltaf að berjast fyrir því að reyna að fá betra aðstöðu hér í skólanum sjálfum og þannig að það var ákveðið að þessum 5 ára samningi við Val sem að Albert Guðmundsson Valsmaður og fyrir knattspyrnu hetja og fjármálaráðherra ríkisstjórnarinnar þá gerði 5 ára samning fyrir hönd skólans við Val. þar sem 1. árið og 5. árið var borgað fyrirfram til að útiloka það að það væri hægt að hætta og þá förum við upp yfir og það voru svona mikla breytingar og mikill saumaskapur sem að þurfti að vera í okkar starfi og þá var komin til þessu okkur Helga Gunnarsdóttir sem að er nú nýhætt og vegir okkar hafa nú ratað mjög mikið saman, ekki hægt að segja hana. Við vorum til dæmis saman í Norska íþróttaháskólanum á sín tíma þar sem að hún bjó ásamt fjölskyldu sinni á hæðinni fyrir neðan mig og svo þegar við komum heim að þá héldu þau áfram og voru lengur í Noregi og Helga kemur svo hingað. Ég baði hana fyrst að koma til mín að kenna með mér í Hlíðaskóla og eftir 1 ár með henni þar þá fer ég hingað upp yfir og hún var ekkert ánægð með þetta, ég var að biðja hana að koma að kenna með mér og svo er bara farin og síðan 1995 minni mig að þá vantar íþróttakennari hér og ég tala við Helgu og svo vorum við saman hér að kenna saman í 1 ár og þá fekk ég leyfi til þess og þá var ég landsliðsþjálfari karla í knattspyrnu og fekk leyfi hér frá skólanum þannig að henni fannst þetta ekki gott að ég væri að biðja hann að koma og vinna með mér og svo færi ég alltaf eftir 1 ár en síðan hefur þetta nú verið þannig að við vorum hér allar götur þar til fyrir 1 ári síðan en helstu breytingarnir sem ég var að tala um áðan á því að koma hinga var að það þurfti að búa til svona bara nýja tegund af íþróttakennslu og ég held að þetta var mjög skapandi að reyna að búa til
áfanga sem að við gátum haldið hér innan hús og voru síðan að fara og þá hófum við þessar fjallgöngur sem við köllum og við vorum líka í sporthúsinu í Kópavogi, við vorum í World Class, við vorum í Sundlu Kópavogs og það var ekki fyrr en síðan 2007 að þessi aðstaða opnuð og eftir að við höfum farið nokkur sinnum niður á Alþingi með nemendur og hrópað og kallað fyrir utan á Austurvelli. Það var bara þannig? Já, þetta og við fórum ég og Sverrir Einarsson heitinn skólameistari og Steingrímur Þórðarsson konrektor, við fórum á fund Ingibergar Sólrúnar þegar hún var borgarstjóri og þetta alltaf svolítið snúið í svona menntakerfinu þegar að ríki og borgar að rugla saman reikningum og 60% átt að vera hlutdeild ríkisins og 40% borgarinnar árið sem að ríki var tilbúið þá var borgin ekki og svo öfugt svona spiluðu þeir leikinn en þetta og ég held að svona að þetta hafi verið mesta breytingin á þessu var náttúrulega í fyrsta lagi að fara úr valseminnu og þurfa að vera bara hérna utandyra og hlaupa í öskjuhlíðinni eða ganga og við fengum fyrir náðamiskun að fá fyrir sturtu í íþróttahúsi Hlíðaskóla og við vorum með, það byrjaði þannig að við vorum með dans og ég var nú svo slæmur í bakinu þá ég gat ekki dansa sjálfur þannig að við þurftum að fá aðstöð utan á bæ. Var það eina ástæðan? Já, eiginlega sko, en svona, já og við vorum með, þá var það upphafið af því að þær Olga og Helga byrjuðu hérna með jóga áfanga. Mitt sem enn. Og þannig að það er þetta tvennt, það er gríðarlega mikið fengur að fá þetta hérna á því herrans árið 2007. Mjög flott íþróttahús. Já, þetta er gríðarlega góð aðstæða, við erum náttúrulega með liftingaaðstöðu og stóran íþróttasal, jógasal og skvassal sem reyndar verður nú tekin undir annað og að ég held því fram á þess að hafa lagst í djúpar rannsóknir en að hér sé eitthvað mesta áfanga frambóð á framhaldsskólastiginu. En þetta svona, það stendur eiginlega tvennt upp úr þessu, það eftir ég byrjaði að fara úr valsemilinu og koma hingað og svo aftur þegar að þessi aðstæða sem komið við skóla núna. En finnst þér að íþróttakennslan hefur náttúrulega augljóslega breyst á þessum 36 árum síðan það hefur kennt hér, en hvað finnst þér nemendur? Já, það verður að segja þess að eins og sagðir, ég hef verið hérna 36 ár og það sem hefur meðal annars haldið mér í starfi eru nemendur. Ég hef svo ótrúlega gaman að þessum börnum og krökkum og hef svona einsett með það að reyna að vera ekki mjög leiðilegur og þegar bara náðu verulega góðu sambandi við krakkana og svo svona kannski önnur breyting sem að gera það verkum að nemendur fóru að mæta hérna betur þegar það voru alltaf svona líkamleg próf. Píptest 2400 metra hlaup fyrir stúlku, 3000 metra fyrir pilta og eftir að við lögðum þetta af að þá hefur mætingin breyst til mikill að muna og ástæðan fyrir þessu var svo að ef við ætlum að útskrifa fólk héðan með einhverju vitneskju og að þá snýst það að stunda líkamsrækt heilsuna vegna þá snýst það ástundun. Akkurat. Þú veist, það snýst meira það að mæta og hafa þetta einstaklingsmiðað og leysa vandamálin sem koma upp og fækka vottorðum og öðru slíku að þá hefur það svona hjálpað okkur verulega mikið að nemendur eru koma frekar í tímana heldur en að vera kvíðin fyrir því að nú er píptest eða nú er eitthvað armréttu próf eða eitthvað slíkt og þetta hefur svona
finnst mér að hafa hjálpa og nefnendur svona það sem að mér fannst nefnendur svona kannski meira svona betur að sér í íþróttagreinum heldur þau eru núna. Áður, já. Okay. Það er svona, það voru svona fleiri liðtækir í flestu, sko, og sem að, en hérna. Er þá sérhæfing kannski of snemma núna? Já, það er náttúrulega bara vandamál í barna og líka íþróttum á Íslandi er náttúrulega áður og fyrir var þetta, sko, mikið æfðu menn fleiri en eina grein. Já, nú er það varla hægt. Já, það er ekki hægt, það er bara ekki boðið upp, það er ekki boðið, þetta nú er þetta orðið sko miklu meiri samkeppni börnin, að halda þeim í einhverjum íþróttagreinum og fyrir utan bara kostnaðarhliðina á þessu, að það er svona venjuleg fjölskylda með 3 börn hefur ekki defnað því að vera í mörgum íþróttagreinum. Og þannig að þetta hefur eiginlega svo náttúrulega með þessari öldu líkamsræktar stöðva og einstaklingsþjálfunar og eins og þú þekkir í crossfit og þessu liftingum og bootcamp og öðru slíku að þetta hefur færst meira út í slíkar greinar í íþróttakennslu í skólanum að ég held. En hvenær bættu þið svo við bóklegri íþróttakennslu? Það var einhvern tíma þarna svona í kringum, já við vorum byrjað á því þegar áður vorum við valsheimilinu og ég man alltaf eftir því það er þessi bók sem að var þýdd úr norsku sem heitir á norsku Trening, helse og trivsel en þjálfun, heilsu og vellíðan. Eða þjáning, harðsperrur og vanlíðan. Já, það voru hérna einhverjir svona þegar þetta byrjaði þá voru svona þetta eru væntanlega einhverjir rithöfundar í dag sem voru hérna í MH sem hafa fundið þetta út en þá man ég eftir því að ég tók þátt í því að kynna þessa bók fyrir íþróttakennurum og ásamt fleirum og hvernig verið hægt að leggja þetta upp og hvernig verið hægt að nota bókina til bóklegri kennslu og það var eitt af því sem var að reyna að koma að hérna áðan að þú hefur einhverja vitneskju, þú veist eitthvað átt að gera og hérna þannig að þú átt að vera í stakkbúin til þess að geta skapað þér eða búið til þín eigin líkamsræktar áætlun og sjálfur og vita svona nokkuð hvað það verið að gera fyrir utan það sem hefur nú verið hérna markmið þessa skóla það er að við útskrifum nemendur hérna sem eru með gagnrýna hugsun og láta ekki bjóða sig hvað sem er og vita eitthvað og hérna ég bar þetta undir þáverandi skólameistara Örnólf Thorlacius og sýndi honum bókina og sá hann að við höfum verið beðin að vera svona tilraunaskóli í kennslu þessara bókar og hérna og hann átti það til að vera skondin í tilsvörum og hérna og þá sagði, já, það minnir mig nú á Skagamannin sem féll í skriflegri kæfi í kokkaskólum, bókleg leikfimi, já. Og hann, hérna, og þá höfum við þetta þannig að við vorum reyndar 2 í viku þá með nemendur og þá voru allir í þessu til þess að bara alveg samkvæmst þetta 1. ári eða 4. ári og hérna og menn voru, fólk var látið sem sagt skila fara í það var verkefnabók og þetta var mjög metnaðarfullt og svo enda þetta með skriflegum prófum og svona þannig að þetta svona fjaraði aðeins undan því en til dæmis eins og nú í dag hér hjá okkur þá höfum við haft þetta þannig að við tökum alla sem að byrja í skólanum svona nýnemar, þeir fara allir í gegnum þetta sama áður en geta fara að velja svona mismunandi áfanga og þetta var náttúrulega vítt og breytt í öllum skólum en svo náttúrulega var þetta þannig að og ástæðin líka fyrir þetta fjaraði pínlítið út að í 10. bekk grunnskólans var val í íþróttum og svo komu krakkar hingað og ég búið með þessu bók sko, þá var þetta kennt þar líka þannig að það datt pínlítið botnin úr þessu en ég tel það sem sagt eins og við leggjum áherslu á við nemendur hér að við erum að æfa íþróttar heilsunar vegna og ef við finnum einhverja íþróttagrinn sem getur hjálpað okkur við það er það bara frábært og hérna en við erum ekki, okkar markmið er ekki að búa til afreksfólk það eru aðrir í því.
En fannst þér að skil einhverju að byrja með svona bóklegt? Fannst þér að nemendur taka alveg fá út úr í það sem þið vilduð? Já, ég held að það sem mér fannst gera með þessu var meðal annars það að það var svona farið að líta á þetta meira sem fag í skólanum og ekki bara það og svona kom svona aðeins önnur hugsun og annað viðmót og það var líka ein af ástæðunum fyrir því að við vildum koma inn í skólan. Það var að fólk sæði það hvað við varum að gera, maður þekkti allar fólkið sem var að kenna þetta á þessum tíma hefur maður byrjað. Já, því þið voru bara út allan bæ að kenna. Já, við vorum en þá höfum við bækistöðar hér, en þegar við vorum í Valseminu til dæmis að þá liðu bara dagar og vikur kannski sem að koma ekki upp í skóla, sko. Ekki nema þurfum að skila fjarvistatalningu eitthvað svoleiðis. Já, einmitt, þannig að það hefur margt breytt á öllum þessum árum. Já, það hefur gert það. Hvað ég spyr alla sem koma til mín, hvað heilsa fyrir þér? Hvað þú segja að heilsa? Heilsa fyrir mér náttúrulega bara það þýðingamestar sem að nokkur maður getur hugsað og það heilsan. Þú gerir ekkert án góðrar heilsu og þess að vísa ég aftur í það sem ég sagði áðan að við hvetjum nemendur til þess að gera sig grein fyrir því hvaða þýðingamikið fyrir fólk að rækta sinn eigin líkama og stunda heilsusamlega líferni. Og þar held ég að þessi bók hafa hjálpað okkur í svona þessi kaplar sem í þeirri bókum þjálfræði og næringafræði og hvaða næringarefnum þú notar við hinn á þessa tegunda þjálfun og svo framvegis. Þannig að það svona vitneskjur sem að maður vildi að væri fyrir hendi. Þannig að heilsa fyrir mér bara það þýðingamessi sem að nokkuð maður getur bara haft, Þú gerir ekkert án góðrar heilsu. Það alveg rétt. En hvernig hugsar þú þína heilsu? Ég hef hugsað meir heilsu annarra. Þannig að ég var alltaf duglegur að æfa sjálfur á sínum tíma og það breyttist aðeins mín líkamsrækt varð svolítið með öðrum hætti eftir ég hóf hestamennsku á nýjan leik svona 2005-06 en ég var alltaf átti hestir frá 10 ára aldri og svo var ég nú í fótboltasamhliða þessu sjálfur og það var alltaf að tala það að þegar Ísland stóðu sig vel í landsleika móti Dönum þá buðu Dönunum á hestbak deginum áður og þeir gátu alltaf hlaupið, þeir voru eftir sig eftir hestaferðina útræðatúrin og þannig að það var einhver sem að laumaði af mér svona á ólingsaldri að það gæti enginn orðið góður í fótbolta ef hann stundaði hestamennsku samhliða. Og ég svona hætti hestamennskunni en varð samt aldrei neitt betri í fótboltanum. Ég var bara jafn sæmilegur og ég var áður en svona eftir að ég hætti sem svona bara að vera svona keppnismaður í fótbolta þá náttúrulega var ég út í Noregi í Íþróttaháskólanum þar í 3 ár og það ekki til meiri svona þetta eru æfingameinjagar mikið í Noregi og stunda mikið útivist og þannig að ég var alltaf svolítið bara duglegur að hlaupa en svo þegar hestamennska kom þá gaf ég mér ekki eins mikið tíma til þess en auðvitað það hreyfing líka að vera í kringum hross og hugsa hross og fara á hestbak og svoleiðis en svona ég reyna að fara í göngutúra og svona styrkja mig þegar ég get en einhvern veginn finnst mér nú svona ég svolítið styrður mér finnst eiginlega best að teygja dálítið svona öðru hvoru. Finnst þér alltaf að vera styrður eða bara gerist það meira með aldrinu? Ég hef svo sem aldrei verið neitt lipur en allt í lagi En þú varst að tala áðan byrjum að taka upp að þú væri svolítið að fara í svona infrarauða gufu. Hefur það hjálpað heilsunni
heldurðu? Ég ekki eins og uppblásin belgur alltaf sko eins mikið. Mér finnst það hjálpa mér þó að ég hef lesið einhverja grein það að þetta væri ekki að gera neitt meira fyrir því heldur bara venjuleg gufa eða eitthvað slíkt að það var talað þetta hefði svona sömu funksjón og örbylgjófn að þú byrjar að hitna einhvern veginn innan og svo kemur þetta út en ég veit ekki, ég bara hef verið ekki, ég engin stundið ekkert rosalega mikið, ég tek svona skorpur en mér finnst ég sem sé ekki eins svona stífur og styrður og þetta náttúrulega aðsögn þeirra sem að vita eitthvað þetta sé svona bólgu hindrandi og bólgu eyðandi og sem náttúrulega stærsta vandamál sko okkar mannfólksins það eru bara bólgur sem hjá okkur og það getur verið vegna þess að við erum ekki að hreyfa okkur og við erum náttúrulega kannski ekki að borða það sem við eigum endilega að borða en mér finnst ég hafa gott af þessu. Já, en að þið vorst að tala mataræði, hefur eitthvað hugsað svolítið það sérstaklega? Já, það kemur í skorpum. Brauðskorpum? Þegar það kemur sko svona ekkert sérstakar tölur á viktinni ef ég fer á hana sko þá en ég hef svona reynt að vera svona nokkuð heilbrigður í þessu sko og ég veit alveg á langri ævi hvað ég á ekki að gera, ég veit það sko en stundum leyfir maður sér eitthvað en eins og verðandi þingmaður og væntanlega heilbrigðisráðherra Alma Möller sagði í kosningabaráttunni að stundum getur óholt í litlu mæli verið holt þannig ég var mjög ánægð með það og ég horfði á landsleik í gæri sjónvarpi á stelpunum í handboltanum og ég fekk mér súkkulaði á meðan. Nei, ég hef nefnilega svo oft talað það öfgar eru aldrei góðar í hvoru átt. Já, það nú þannig sko. Þannig ég held að þetta sé alveg rétt hjá henni Ölmu. En sko, varðandi þjálfunarferilinn, hvenær hófst hann? Þegar nú varstu sjálfur iðkandi, knattspyrnumaður. Hvenær snerist þessu yfir í að fara að þjálfa? Því þú hefur þjálfað mörg lið ævina. Já, ég áður ég fór til Noregs þá þjálfaði ég mikið handbolta og yngreflokka í Garðabæ og það vita það færri sem sagt að ég var svo spilandi þjálfari í annarri deild með Stjörnunni í handbolta sko. Og það var eitt ár þannig en ég þjálfaði mikið handbolta áður ég fór út og svo þegar ég kom heim að þá gerðist ég aðstoðþjálfari meistaraflokks Stjörnunnar í handbolta þegar Geir Hallsteinsson goðið sjálft var þjálfari og ég var aðstoðmaður hans en síðan það 1985 að ég gerist aðstoðarþjálfari hjá Inga Birni Albertsinni sem var að þjálfa FH sem var náttúrulega mitt félag og ég spilaði þar sjálfur og var aðstoðarmaður hans í eitt kemstímabil og svo 1986 að þá þjálfaði ég meistaraflokk karla hjá Stjörnunni ásamt Kristni Björnsinni sem var nú félagi minn við vorum hittust nú eitthvað í júlingalandsliðum í gamla daga og svo vorum við báðir í Íþróttaháskólanum í Oslo og við þjálfum þetta saman eða Kristi var náttúrulega aðþjálfari ég var svona meira til aðstoðar og síðan 87 til 89 til 89, 87, 88, 89 er ég meistaraflokkur kvenna hjá Val og svo tek ég meistaraflokk karla hjá Víking 1990 er það 90, 91, 92 93 og 94 er ég með kvennalandslið Íslands. Þú manst þetta bara allt. Já, í knattspyrnu. Og 95 er ég þjálfari á Akranesi og 90 svo haustið 95 tekið við íslenska landsliðinu kalla og er það haustið 95 og 96, 97 þá er ég rekinn með skít og skömm í júlímánuð, fór það aftur upp á Akranes
og var þar 97 sem eftir var á því ári 98, 99 og þá fór ég og var rekinn korteri fyrir bikarúrstaleik þaðan sko á þeim tíma og þá fór ég og þjálfaði mitt félag í Hafnarfirði, FH sem þá voru í fyrstu deild og við fórum upp og endur svo í þriðja sæti í efstu deild 2001 og þá bara leið og því móti lauk þá flög ég til Noregs og var í 2 ár í Noregi með Lillestrøm aðstofamaður þar og kem svo heim 2003 og tek íslenska landslið ásamt Ásgeiri Sigurvinssyni og já, svo var komið 2006 að þá var ég einað fótboltaþjálfurinn sem ég stundaði þá gerði ég var ég þjálfari hjá KF Nörd það voru 15 sjónvarpsþættir þar sem ég var með nörda í knattspyrnu. Hvernig var það? Það var bara mjög skemmtilegt og þetta lifir enn. Já, þessi þættir eru þetta alltaf verið að sýna þetta aftur og aftur og hérna og já, svo 2007 tek ég við KR og það 2007 setjapart tímabelsins og 2008 og 2009 og hluta voru 2010 og fyrir svo Selfoss 2011 og 2012 og Stjarnan 2013 og þá sko hafði ég lýst ég yfir að ég nefnilega gert það nokkru sinnum, ég lýst yfir að vera hættur og hérna tek svo Víking 2017-18 og FH 2021 held ég og hluta af árið 2022 þannig að þá var ég rekinn þaðan mitt sumar og þannig að svo eina sem ég hef gert svona í þessu ég hef verið svona bara og svona, já, samlega þegar ég að vera þá var ég náttúrulega mikið í svona lýsingum og í fótboltaþáttum í sjónvarpinu þetta fannst þér þetta á langt eða? Ég er bara orðinn svona gamall sko ég er bara að velta fyrir mér þetta virðist vera svolítið svona saga fótboltaþjálfara að þeir eru svolítið mikið að skipta á milli liða, eru reknir, eru svona mikla kröfur. Já, það er það auðvitað sko og það er auðveldara kannski að láta einn fara heldur en allt liðið og svona en stundum hef ég náttúrulega sko ég hef nú yfirleitt náð góðum árangri þar sem ég verið þó að hafi hérna komið einhver hérna öldudalur sem að menn töldu mig ekki vera hæfan til þess að komast upp úr þeim öldudal og þá var maður látið fara en víðast hvar er nú góður árangur og hérna og þó svo minn starfsferill hafi kannski ekki verið mjög langur á hverjum stað fyrir sig þá er það ekki alltaf vegna þess að ég verið rekinn, það var líka vegna þess að ég fekk bara eins og til dæmis þegar manni býðst sem ungur þjálfari að taka við íslenskan landsliðin fótbolta og ég var að þjálfa upp á Skaga. Ég sá ekkert annað fyrir mér en að vera með það góða lið áfram og það er kannski svo núna þegar er verið að reyna að finna landsliðsþjálfara eftir að OGH ákvað að hætta að þá eru menn eins og Arnar Gunnlaugsson og Freyr Alessandursson, ungir þjálfarar og menn sem að hafa náð góðum árangri og sumir segja kannski að eins og Arnar Gunnlaugsson þurfi kannski að fara eitthvað út og þjálfa í útlöndum áður en hann fyrir að taka þetta að sér en það er bara erfitt að hafna svona boði þegar þú ferð það því að þetta er ekki þannig að hann geti til dæmis sagt að ég ætla að þjálfa aðeins í útlöndum fyrst og svo ég hringi svo bara í ykkur sko þegar ég er tilbúin, það er bara ekki þannig sko. Nei. Þannig að þetta er í fyrsta lagi sko fallvalt embætti og menn eru bara, það er ekki teka við það og sumum finnst þú stundum nóg og hérna en stundum á þetta bara er þetta nauðsynlegt og ég ætla ekki að ég á mér engan óvinn í íslensku fótbolta þó að ég hefi þurft að hverfa sko frá störfum stundum. Heldur þú að munur einhvern tímann þjálfa aftur?
Nei, Það ég held ekki alveg sagt að fullum fettum að ég ekki að fara að gera það. Nei. Og eins og ég sagði síðast þegar ég lýsti þessu yfir að ertu alveg viss, já ég vona bara að hringi enginn og það hefur enginn gert það, þannig að ég bara, þetta náttúrulega, svo þessi eins og við vorum að tala íþróttakennslur þá þetta líka svolítið breyst sko hefur þetta svolítið breyst náttúrulega líka í íþróttunum. Já, í fótbolta til dæmis þetta orðið miklu meiri svona teymisvinna, þetta orðið miklu meiri svona tölvur og hlaupatölur og svona oft með boltan þarna og svo framvegis og gagnadrifið. Já, þetta sko ég hef nú lýsi nú yfir bara ánægð minni að þetta sé orðið starf fyrir fleiri og það komið fleiri að því að búa til gott lið en sko mér finnst nú stafa svolítið ógn af því ef þetta á að stjórna því ef að menn eru hættir að fara og sjá leikmanni, hann góður, hann getur þetta en við þurfum að sjá einhverja tölur í einhverju Excel-skjali sko, mér finnst það ekki gott. Nei, einmitt. En hvaða eiginleikum þarf góður þjálfari að búa yfir? Það náttúrulega sko og erfið að svara því með einföldum hætti. Það mismunandi týpur í þessu starfi eins og öllum öðrum störfum og ég hef bara einsett mér það bara að vera bara ég sjálfur og það má vel vera að það hefur bæði hjálpað mér og svo kannski ekki haft nógu góð áhrif sko að svona með, ég kann mjög illa við það menn alltaf búa til einhverja týpur svo til dæmis svona maður sér ef þú aðstoðþjálfur þá ert í íþróttagallanum svo þú komin orðin aðalþjálfur þá þú komin jakkafutt á bekknum sko að svona en svona þær ráðleggingar sem ég hef nú bara gefið mönnum sem hafa leitað til mig sem í þjálfu, það bara vertu bara þú sjálfur og ef þú ert þú sjálfur þá getur þú verið trúverður og traustinsverður en ef menn ætla að fara að búa til einhverja týpur sko þá ég hef ekki trúað því sko en þetta auðvitað starf þannig að þú þarft að vera til þess að vera trúverður og þá þarft að standa við það sem þú segir og búa til góðan liðsanda. Ég hef haft alltaf óbeilandi trú á því að menn séu í góðu líkamlegu formi og hef oft nálgast mín verkefni þannig að svona tala við leikmenn og segja sko eigum ekki að vera núna í okkar lífsformi. Ég hef stundum ekki farið tróðna slóðir, ég man þegar ég byrjaði með Víking á sín tíma og við verðum Íslandsmeistarar 1991 að þá var fór ég með liðið í ballett og það var svona Marja Gísladóttir einn helsta ballerína þjóðarinnar og bara sem ég þekkti úr Garðabænum í gamla daga og kom þetta heim og var skólastjóri í listaskóla Þjóðleikhússins. Og hvert var markmiðið með? Já, það var, ég vildi koma í veg fyrir svona alltaf að reyna, þjálfarar alltaf að leita eftir einhverju sem getur sko verið fyrirbyggjandi til dæmis gagnvart meiðslu. Ég vildi svona reyna að fækka þessum tognunum í nára, aftan í læri, ökla og svo framvegis og ég talaði við þær þarna, þessar konur og þær hjálpuðu bara í því að bara við vitum það að svona ballettæfingar hafa bara verulega áhrif á styrkleika í öklum og liðamótum og nárum og svona. Já, vel gert. Þannig að svo var nú á sínum tíma líka það var mikið hlaupið langt og þegar ég byrjaði með KR þá fékk ég með mér Markus Kíslig sem svona styrktar þjálfari og ég fór með öll hlaup sko inn á völlin og svo voru styrktaræfingar á hans vegum og við lyftum mikið og sumum þóttu nóg Hvað ár var þetta? Þegar ég byrjaði með KR
ég byrjaði 2007 þannig mitt sumar, Já. en ég tók hann inn 2008 Já. og hann hefur verið með mér, var með mér í KR, Selfossi, Stjörnunni og Víking. En þetta er greinilega skila góðum árangri. Já, hann er svona ýktur, ég er stundur svolítið veiku fyrir svona ýktu dóti og þarna líka sumarið, þarna undirbúningur í tímabil 2000 og bæði 1990 og 90 árin hjá Víking þá var ég með hlaupaþjálfari Stefán Jóhansson sem var nú helsti svona spretthlaups-þjálfari landsins á þeim tíma og við vorum í 6 vikur með honum og þannig að ég reynda að periodisera þetta svolítið þannig og hef svona alltaf verið dálítið leitandi eftir einhverju svona skemmtilegu. Það þarf að, þetta er leðilegasta undirbúningstímabil í heimi, það er á Íslandi og þannig að mér þótti þetta. Út af veðrinu eða bara? Já, það er ekkert þetta, sko, móti, þetta er, sko, þegar að, sko, atvinnumannaliðin taka 6 vikur í undirbúning og þá eru við hér í 6 mánuði, sko, áður en móti byrjar. En að þið erum aðeins að tala leikmenn, nú hefur þið þjálfað sko, bæði konur og karla bara mörg ólíklið. Er eitthvað sem að þér finnst einkenna þá einstaklingar sem að ná árangri eða bæta sig? Já, það er náttúrulega sko þeir sem að eins og sagt er þeir sem að sko eru með hausinn í lagi, það eru þeir sem lifa af og þeir sem gerir sig grein fyrir svolítið bara því hvað þessu þýðingamikið það er og það er alltaf að æfa og æfa sjálfur, taka aukaæfingar og vera í formi og vera þolinmóður. Þetta hét í Noregi sko að vera óþolinmóður en vera óþolinmóður lengi. Það er eitt og svo sjáum við bara þessu ungu strákar sem að fara og stelpur til útlanda snemma, strákandi fara reynda tölvöld yngri heldur en stúlkurnar og oft þurfa þeir bara að koma heim aftur og þetta er erfitt, þetta sko fyrsta árið í þessu sko er erfitt, það er nýtt tungumál og það er meiri hraði, meiri æfingar, þú ert þreyttari og svona sko og þú kemst ekki að og þú missir þólu með hennar og missir trúna á sjálfu þér og svona þannig að þú veist ef þú ert andlega tilbúin í þetta þá getur þú náð árangri. Já, það er vel gert. En nú eins og þú sagðir áðan, ertu nýorðin 70 ára og starfslok bara handan við hornið. Þú ert búin að kenna þinn síðasta tíma í MH, þú segist ekki alltaf að þjálfa, hvað tekur nú við? Eins og ég kom inn á áðan þá á ég nú hesta og ég bý að hluta til í sveit. Já, ég las einhvers staðar að það er gamall draumur að verða bóndi og eldgamalt viðtal. Er það ennþá? Ég held að það hefur verið svona meira stælar bara. Hrossabóndi kannski. Já, eins og segi, ég var náttúrulega alltaf, það voru, bróður minn var með hross og ég fekk hestir ég var 10 ára og móður afi minn sem bjó í kjallaranum heima sko var með kindur og þannig að ég er náttúrulega alinn upp við þetta og það hefur nú alltaf verið talað um það að menn lifi ekki af því að verða rollu og fjárbóndar en ég átti eina rollu og lifiði bara helvíti góðu lífi af því að afi hann, ef mér vantaði peninga þá átti ég alltaf inni hjá honum frá sláturtíðinni og þá gátt ég alltaf fengið sko pening til að fara í bíó og fara á völlin og svona sko þannig að það er að mörg að hverfa og svo þú veist eru svona ýmis svona verkefni sem að detta inn. Já, þá situr aldrei eðum höndum, ég hef alveg séð það. Nei, ég kvíði, ég er mjög sáttur bara við þetta allt saman og það að hafi verið, það er náttúrulega bara svona svolítið happ fyrir mann að fá starf í framhaldsskóla eins og ég fekk á sínu tíma og sem búin að vera hér að undanskildu fríi sem ég var í þegar ég var út í Noregi og með landsliðið og svona sko að öðru liti hef ég bara verið hér og
og vel að ég hef aldrei sótt leyfi á launum eða neitt slíkt, ég hef bara verið og reynda að ég hef allavega mætt helvíti vel, sko, þó ég kannski svona þá allavega þannig, ég hef svona, svo geta menn deilt framlagið, sko, en það, og þetta hefur verið svona líka, þetta hefur verið svona áfallalaust, má segja, við vísum náttúrulega hefur fólk svona meitt sig hérna og sko í tímum eitthvað svoleiðis, en alvarlegast atviki var náttúrulega þegar að það er stúlka sem fær hérna mjög svæsið heilablóðfall í fanginu á Bjarna Stefáni Konráðssyni og hérna eftir að hann byrjaði að kenna hér og hérna og ég kom svona að því bara sko þegar hún var búin að fá þetta áfall og við vorum hérna með lækna og sjúkraþjálfara sem svo dróð þetta stúlkan til dauða og það náttúrulega var mikið áfall. Einu sinni hérna kom hérna námsráðgjafi hlaupandi upp á skrifstofu þess að ég satt með Sverri Einarsinni heitnum og Steingrími Þórðarsinni, þá einn í hjartastoppi í spænsku og hérna við hlaupum niður og ég sem sagt þarf að blása í viðkomandi og Sverrir var þarna með og við vorum að hjartanu og svo kom bara kom sjúkrabíllinn og þeir tóku bara við og hann lifði nú í einhvern 3 vikur eða mánuð sá, þannig að það eru svona þetta eru áfallu þetta og hérna en að öðru leyti hefur þetta bara verið rosalega skemmtilegu tími og búin að kynnast hér alveg frábæru fólki. Við höfum í þessum skóla höfum verið sko svona heppin með yfirmenn, hvað það varðar að þó svo að það sé einhverja skerðingar á tímafjölda vegna styttingar námsins og síðan náttúrulega lögbundið sko samkvæmt reglum menntamálaráðuneytisins að nemandi eigi að fá 80 mínútur á viku í líkamsrækt, en við erum einungis með nemendur í 55 mínútur á viku núna og hérna en svona miðað við marga aðra framhaldsskóla sem að lendi í því að það er auðvitað 25% skerðing á tímum út af því að það er 1 ár farið en það bara líka með þessa góða aðstöðu að þá bara hafa þeir skólamestrar, ég hef lifað á nokkra og hérna Örnólfur Thorlacius, Vinci Jóhannsdóttir, Sverrir Einarsson, Eygló Eyjólfsdóttir, já náttúrulega Lárus Sigurborg og svo núna er Steinn, þannig að þetta bara díla við marga. Já, þú ert búin að vera hérna það lengi að einmitt, þú ert búin að sjá marga stjórnendur koma fram. En þess að segja, ég bara er gríðarlega sáttur við þennan tíma og einnig sáttur við það að það var eins og að vera að ljúka á störfum og hérna já, engum erfiðleikum með það og það var einhver sem spurði mig hvort ég myndi ekki sakna þess að koma og ég sagði það bara, ef ég gerir það þá kem ég bara, ég ekki neinum vandræðum með að kíkja hérna við eftir ég er hættur og hérna en ég er nú fyrst af þess bara þakkláttur fyrir að hafa fengið að vera hérna í öll þess ár. Og ég er ótrúlega þakklátt að hafa fengið að kenna með þér lagi, þú mátt vita það. Ótrúlega gott að vinna með þér og skemmtilegt. Takk fyrir það, sömuleiðis. Já, takk. En hver er þá lykillinn að langlífi í starfi? Ég eins og ég sagði þú þarft náttúrulega að hafa áhuga á þessu og eins og ég sagði hérna áðan að þá er það fyrst og fremst nemendur sem hafa haldið mér til þess að gera ungum og ég kann alla frasana sem að börnum eru með og nú dett ég væntanlega eitthvað svolítið út úr því en hérna að hafa ég segi það ekki að það hefur maður stundum
kannski ekki alveg verið upplaður að mæta en ég segi það þó, ég hef alltaf verið dálítið spenntur svona að haustið að byrja og svo þegar við erum að enda, ég kannski ekki alveg rosalega spenntur svona á leiðinni í vinnuna sko í svarta myrkri og bíða hérna í einhvern bílaröðu eða eitthvað en þetta hefur verið eins og segja bara mjög skemmtilegur og ánægjulegur tími og svona eins og spyrjum svona langlífi í starfi, ég held að það sé samtalið fyrst og fremst bara það að hérna eins og segja hafa áhuga á því sem þú ætti að gera og finnast gaman að vera í kringum fólk og hvort heldur hérna kennaraliðið eða nemendur og þessi umræða í landinu úrlinga í dag og svona ég trúi engum sem að segja það að ég trúi ekki upp á neitt nemanda sem ég til dæmis hef verið með sem að sé einhver þetta bara einhver rævill eða eitthvað slíkt, það bara ekki þannig þetta eru bara gegnum sneitt mjög skemmtilegir krakkar og þessi skóli hefur verið vettvangur listamanna í hverju sem og ég hef nú auðvitað verið 20-25 ár þá hef verið tíður gestur á listviðburðum og gegnum konu mína sem er kórstjóri og syngur sjálf í kórum og dóttir hennar tónskáld og þannig ég þarf að fara víða og það bara ég byrja nú yfirleitt á því á tónleikum svona að spyrja Brynhild að því hvað þetta sé langt og svo þegar ég kem inn að þá byrja ég að telja þá sem eru upp á sviði hvað ég hef kennt mörgum og svo líða náttúrulega bara tónleikandir og ég svo sem bara eins og ég var ykkur sem spurði mig úr þessu geira skildur eitthvað hvað þetta var ég veit ekki en ég hef í gegnum langan tíma á þessum svona tónleikum og svona þá held ég mér finnist geti svaraði þannig til að ég kann betur að meta hlutina heldur ég gerði áður og farin að skilja ýmislegt í þessu líka og ég sjálfur hef alltaf haft gaman af söng og hérna og móðir mín söng í kirkjukórum og fílharmoníun og svona þannig maður hefur þurft að gera þetta í gegnum árin og hérna þannig að þetta bara gaman að því og þannig ég hef í nóg hverju ég á náttúrulega það eru 3 barnabörn sem eru öll í fótbolta ég þarf að fylgjast með því og svo eru 2 sem að fóstdóttir minn á sem býr í Danmörku og þannig ég fylgist með þessu mjög vel og hérna hef gaman af. Þannig að þú ert áhrifavaldur í þeirra lífi, heldur að það valið fótbolta á dafa? Nei, já, það hefur sjálfsagt haft einhver áhrif en hérna en þetta eru já þau eru reyndar þau eru í Már sem fæddur 2008 í Vestló, systir hans Lóa, hún er í Vestló fæddur 2007 og svo einni Hrafn, hann komin í HR og þannig að þau eru öll í fótbolta og spila öll í 2 yngri spila í Stjörnunni og hinn í IR og þannig að ég þarf að fara víða. Til leiðist það nú ekki? Nei, ég hef alveg gaman, það svona bara og svo sonur minn, hann þjálfar í yngri flokkunum í Garðabæ og í Stjörnunni og í KFG þannig að þetta líkur allt og yfirvofandi yfir manni alla daga En fannst þér aldrei erfitt að samtvinna kennslu og þjálfun? Fannst þér kannski jafnvel bara þetta styðja við hvort annað? Var eitthvað sem nýtt úr kennslunni í þjálfun, eitthvað nýtt úr þjálfun í kennslu? Já, ég bara, þetta hefur nú alltaf þótt bara vera svona gott, það eru margir í minni stöðu sem að með svipuðum hættu ég, Bjarni Jóhannsson kennir í Borgarholtsskóla og þjálfar fótbolta enn og fleiri og þannig að þetta hins vegar orðið þannig að þetta var meira svona samtvinni að þú varst kennari í skóla og þjálfaðir ykkur íþróttur samlega því
En þetta orðið þannig eins og þú þekkir náttúrulega bara úr þessu námi í dag að nú velur þjálfarabraut og þú velur kennarabraut eða eitthvað slíkt en þetta orðið þannig sko að það bara þessir yngri flokka þjálfarar í dag sérstaklega held ég í fótbolta þeir eru bara í fullu starfi við þetta. Já. Ég held að séu svona sko bylum svona 8-10 ef ekki meira bara svona sem eru bara fastraðnir hjá félagunum í sem þessu. Sem frábært. Já, og mér finnst þetta er bara svo góður vettvangur, svo framalega sem að menn skilja það að þeir eru yngri flokka þjálfurar, að þeir séu ekki að þjálfa bara eins og þetta séu mín í fullorðið fólk og það er svona því miður enn og mikil samkeppni stöður og það er grátur og gnýstran tanna á mörgum heimilum þegar börnin fá ekki að vera í þessu hinnu liðinu og svo er lögð alltaf mikil áhersla á það að vinna leikinn og allt miðast við það og svo framvegis en hins vegar þá hefur sko þetta útvíkað starfsmöguleika þeirra sem fara í námi í íþróttum að þurfa ekki bara að vera í skóla eða kenna í skóla. Það er hægt að fá fullt starf fyrir svo marga við það hvernig þetta er gert í dag og Ísland fer svona fremst í því sko svona að því ég nú þekki mjög vel til í svona skandinavísku fótbolta og það er alltaf sama spurningin á hverju eigið svona marga góða. Þið eru 350.000 manns og það er vegna þess að við byrjum kannski svona skipulegar æfingar og í einni grein, þetta er alltaf einhæft hjá okkur og æfa svona mikið, þannig að við erum töldu fljótt góðir í fótbolta og svona, en svo kemur að því að við sittum svona eftir þegar kemur að svona taktískum hlutum og svona sem að við erum ekki nógu góður í sko en aftur að þessu sem að kannski vorum að tala um að það starfsvettvangurinn er orðin svo miklu breiðar fyrir fólk sem fer í íþróttanám en þetta tvennt eins og varst að spyrja hvort þetta hjálpaði hvort öðru sko ég hef forðast það í lengstu lög að gera þetta þannig að ég nálgist kennslur eins og þjálfari nálgast sitt starf að ég hef alltaf getað gert skörp skil á milli þess hver er að æfa heilsuna vegna og hver er í þessu til þess að hámarka árangur sinn og þannig að ég svona ég hef kannski svona þetta að taka eitthvað úr báðu og fara með það á milli, ég segi það ekki en þetta er sko að því við erum nú kannski að reyna eins og hafa þetta hér, hafa þetta fjölbreytt og það er svona kannski eitthvað pittur sem að menni ekki detta í afreksþjálfun það er að reyna að hafa allt voðalega skemmtilegt. Ja. Þetta snýst kannski stundum annað. Akkurat. En að því að tala um skemmtilegt, þá ert þú mikill húmóristi og mér langar bara svona að forvitnast, er þetta meðvitað eða svona hvaða hlutverk spilar húmór í þínu lífi? Ég held ég geti sagt sko, ég hef nú farið í gegnum lífið dálítið svona á því að taka svona aðeins létt á hlutunum og þetta er bara eins og ég sagði við því hérna á, þetta er bara eins og ég langar ekki að reyna að breyta því á einn eða annan hátt og þetta hefur svona bæði hjálpað manni væntanlega og svo líka að getur þetta hefur maður farið svona yfir strikið ég hef náttúrulega verið sko út af því að ég kannski tala mikið og stundum dettur eitthvað út það ég hef nú svona verið eins og ég sagði við í svona lýsingum og ég reyni að nota þetta til þess að búa til betri liðsheild líka. Mér finnst allt svona búnisklefa mórallinn, hann þolir nú ekki alltaf dagsbirtuna sko og
og þannig að nú verða menn að passa sig sko eftir, ég hef náttúrulega eins og fram hefur komið, ég hef þjálfað bæði kvenfólk og kallmenn og þannig að maður nú á dögum að passa sig meira hvað maður segir heldur en maður gætt gert áður og þetta snýst sko, þetta kannski ekki þannig að meðvita þá allir ég að reyna að vera voðalega fyndir sko, ég bara ég hef svo sem alveg tekið að mér ýmislegt svona utan kennslu og fótbolta sem að þú veist með einhverjum veislustjórnum og eitthvað svona og það ég eiginlega ekki tækur í það nema svona á herrakvöldum eftir 11:30 þannig að það er best að lýsa kannski nota tækjum að lýsa því yfirlega ég líka hættu því sko ég tek ekki slíkt að mig. Þú ert bara sestur í helgan stein bara já ég bara njóta lífsins í botni bara sinna mínum hugarefnum og eins og ég sagði hér áðan þá kvíði ég engum með það ég hef áður verið upptekið en að gera ekki neitt. Má bjóða að segja eitthvað að lokum? Ég vil bara þakka fyrir tækifærið að vera hérna með þér og takk fyrir samveruna í kennslunni og ég vona bara að þú getur haldið áfram á þeirri braut og náður mér í starfsaldri. Þá þarf ég að vera einnig til 2054 held ég. Já. Já, þú ert 100 ára. Já. Og nei, þetta ég bara, þú veist, bara takk fyrir mig og vonandi gengur þér allt í haginn. Takk sömuleiðis elsku Logi og gangið þér rosalega vel með allt þitt. Takk. Mér langar að lokum að hvetja ykkur sem er á Instagram að henda í eitt follow á Heilsuerla.